Komið sæl og verið velkomin með okkur í Hvíta máva. Gestur okkar að þessu sinni ungur maður, ættaður úr sveit, tók sig til og dreif sig til útlanda til þess að læra. Hann heitir Jóhann Axel Ingólfsson, hefur held ég alveg óslökkvandi áhuga á leikhúsi. Við skulum hitta hann hérna á eftir. Jóhann Axel, velkomin. Takk fyrir. Nýkomin heim eða svo? Já, það ár síðan ég kom heim. Það ár síðan komst heim? Já. Og hvað varstu þá búin að vera lengi í burtu? Þá var ég búin að vera í 3 ár, Já. Svona með köflum. Það kom heim á sumrin, og vann. Og ég man eftir þér, að sem að ég var aðeins að dunda í leikhúsinu, þá varst þú að vinna í leikhúsinu og þú sem sagt varst að tala þá ætlaðir að fara að drífa þig eitthvað út og gekk þetta bara þannig á þessum tíma? Já, þetta var í rauninni, það var alltaf planið mitt og allt sem ég gerði í rauninni miðan staði að fara í leiklistanám og ég var að klára menntaskólann á þessum tíma. Já. Og þá var bara skellt í þetta. Varstu bara með þessa stefnu? Já, og alveg búin að vera lengi, Og af hverju? Það ekkert vitt í þessu? Ef ég vissi það, þá gæti ég örugglega svara spurningum margra, en þetta var bara einhvern veginn kom aldrei neitt annan til greina. Hvaðan fékkstu þennan áhuga, þessa bakteríu? Ég veit það, ég byrjaði náttúrulega ungur í Freyvangi, fram í sveit, Var held ég 13 ára og þá kom þetta leikhús dæmi, og svo bara hélt ég áfram alveg þangað til að ég kláraði menntaskólann og fór að læra þetta, en þú veist. En ég hef alltaf verið mikið í svona tónlist og koma fram og svona þessi sama klísja. Já. En þetta var bara... Þú ert frá Uppsölum? Uppsölum í FS. Já, pabbinn, hann ekki tónlistarmaður líka? Jú, hann er píanóleikari. Hann er píanóleikari? Já. Kannt þú á píanó? Já. Nei, það? Já. Fórstu í tónlistarskóla þá? Ég fór í tónlistarskóla, og gekk mjög vel og var í svona klassískum æfingum þar, og svo kom ég heim og pabbi kendi mér alltaf, hvernig ég átti að líta út fyrir að vera góð. Og það svona þróaðist, þannig að ég hef verið mikið í að spila. Já, spilar enn í dag þá sem sagt? Já. Startir í leiklistina? Já. Og þetta nýtist manni að sjálfsögðu vel. Varstu þá að vinna og leika með í menntaskóla á árunum og þess áttar? Það var nefnilega skrítið að það nú yfirleitt þegar fólk kemur í menntaskólann þá fær það þennan plattform, ef ég má segja það þannig, að sem sagt fá að fara í leikhúsin. Ég fattaði það þegar ég var að útskrifast 4. bekk í menntaskóla að ég hafði aldrei verið í leikfélaginu í menntaskólanum. Ég var alltaf að gera eitthvað annað, Og hvað varstu þá að gera? Það voru alls konar sýningar og Freyvangur og var í Rocky Horror og svo var ég að vinna í leikhúsinu og var svona mikið baksviðs sem var afskaplega gott að fá að læra þá hlið líka og sjá svona. Það er nefnilega, þá lærir maður að maður á að vera góður við fólkið baksviðs og færi það alltaf tilbaka. Já, auðvitað. En það var einhvern veginn allt sem ég gerði var eiginlega svona leiddi að því sem ég ætlaði að gera. Já. Og svo náttúrulega þarf þú ert að klára menntaskóla, þá þarf að sækja þetta framhaldsnám í þá leiklisti eða leikhúsfræðum eða hverju sem þú fórst í. Já. Og hvar sóttirðu um? Ég byrjaði að fara til Englands. Já. Og sem sagt, það er svaka pappisvinna náttúrulega, en ég sótti fór út til Englands bara í 2 vikur og gisti á skelfilegum hóteli þar og Var þetta í London eða? Þetta var í London, já. Sótti mig í 4 skólum þar og gekk rosalega vel og svo í framhaldi af því að Katrín kærasta mín bjó í New York á þessum tíma. Ákvað ég að fara í framhaldi
yfir Atlantshafið og bara heimsækja hana og skoða New York og sóttu mig í einum skóla þar, bara upp á Bara bara meðan þú varst stoppaðir? Bara fyrst ég var með allt, þú veist, alla mónologana og allt efnið og eitthvað svoleiðis og fór semst í þennan skóla og það var svolítið öðruvísi, sko, öðruvísi heldur en svona andrúmsloftið í skólanum að manni fannst, sko, í Englandi. Já. Og svo var þetta eitthvað spennandi að þessi skóli sem ég var í, sem heitir Stella Adler Studio of Acting, hann á 27. götu inn á Manhattan, sko. Já. Og þetta bara einhver háhýsi og svona bara einhver steypu frumskógur, sko. Og maður, þú veist, hélt á símanum og var að leita, sko, hvar þetta væri og fór inn í eitthvað hús sem var alveg eins og öll húsin í kring, sko, upp á 3. hæð. Ég man alltaf þegar ég kom þar inn, sko, að þetta var svona eins og það væri einhver svona veröld bara sem opnaðist fyrir manni, eitthvað svona leyndarmál. Bara leið og komst inn? Já, bara leið og maður kom inn, þú veist, það var, þú veist, þetta er svo sterk mynd, sko, það var fólk að labbandi framhjá í nunnubúningum og svo var einhver hlaupandi og svo var opin kennslustofa og maður sá og þú veist, þetta var einhvern veginn, þú veist, bara eins og í auglýsingu? Já, þetta var svolítið þannig og að koma inn, sko, úr Manhattan í, þú veist, allri mannþögunni og steypunni, sko, og labba þann inn og ég fann það eiginlega bara þegar ég kom þann inn að þetta væri, þú veist, þarna langaði mig að læra, sko. Já, og þú ferð bara inn með pappírana og hvað, hittir konunni í afgreiðslunni og segir, ég vil koma hérna í skóla? Ég var reyndar búinn að segja þeim að sem panta tíma og fá að koma í pröfu, sko. Já. Og labba bara þann inn í pröfuna og sko, það var líka, sko, eins og í Englandi, þá var maður náttúrulega, sko, stressaður og maður var, sko, það var ekki sagt nafnið, það var bara númer 365 og þú veist, það byrjuðu 300 manns um morguninn og enduðu kannski 8 um kvöldið eða eitthvað svoleiðis. Þetta var alveg svona svolítið Hunger Games stemming, sko, en ég man þarna, ég labbaði inn og það var bara velkomin og ekki sýna þér og ég var svo afslappaður og bara... Vel tekið á móti þér? Já, vel tekið á móti og mér leið vel, af því að fannst ég eitthvað... En sko, svona ungu maður eins og þú, reyndar búin að æfa, þá ertu búin að æfa svona kallan monolog og þess áttar. Já. Varstu þá með eitthvað sem að þú hélst að myndi henta þeim? Nei. Ekki? Hvað varstu með? Ef ég var að fara í pröfu núna, sko, eftir námið, þá ég var með svona 3 monologa úr Hamlet og Macbeth og Rómeó og Júlíu, held ég. Sem að ég svona ákvað bara rétt fyrir hvernig stemmingin væri, sko, hvernig ég myndi taka og svona þér að segja voru þeir nú ekkert sérstakir svona, ég held ég myndi ekki vilja horfa á upptöku af Var upptakað þessu? Af pröfunni, já, allt tekið upp, sko, til að fara yfir þetta og en það gekk bara vel og svo fór ég bara heim og það liðu einhverju 3-4 mánuðir til ég var í Tjaldi í Skagafirði klukkan 6 morguninn, þá heyri ég í símanum og sé þetta e-mail, sko, að ég hafði komist inn og þá var það ákveð. Þá var það bara ákveð. Þá varstu, þá bara slepptur breska skólanum? Já. Komstu inn í, eða fékkstu heimild til að koma í alla þá skóla, eða? Ekki alla, ég komst inn í einn og Já. Var það góður skóli? Já. Hvaða skóli var það? Royal Scottish. Já. Í Skotlandi. Já. En þú valdir New York? Já. Strákur frá Uppsölum í Eyjafjarðarsveit, kominn til New York í sko steypu frumskóginn. Já. Og þú fannst því strax? Nei. Ekki alveg strax. Þetta er náttúrulega rosaleg viðbrigði, sko. En í rauninni það af því að það í rauninni svo margir þarna. Það svo mikið af fólki að þú ert í rauninni einn. Já. Að það spáir enginn í þér og það í rauninni svolítið frelsandi líka, sko. Að sem sagt, þó það sé svona margir þá ert í rauninni bara þú sjálfur. Það einhvern veginn öllum saman með þig. Já, sem náttúrulega hefur sína kost og galla, sko. En þetta var líka náttúrulega bara ögrun svolítið að og ég held að það sé mjög mikilvægt fyrir alla einhvern veginn að því ég elst upp náttúrulega í litlu sveitasamfélagi og svo litlum bæ svona á heimsmælikvarða náttúrulega flyttin á Akureyri og búin að búa þar
lengi sko áður en ég fyrir skólann. Já. Að ég held að sé mjög hollt að fara þarna og kannski ekki endilega í 3 ár eins og ég gerði, en allavega sko, og þá líka kann maður meta það þegar maður kemur aftur heim sko. En þú áttir kærustuna þína þarna? Já. Og þannig að þið bjugguð þá bara saman? Við bjuggum saman í hálft ár og þá fluttu hún aftur heim. Já. Og hérna heima. Já, og meðan að þú ert að klára? Já, hún byrjaði að fara út til New York sko, og var í skóla þar og ég heima að klára minn skóla og svo ætlum við að fara að vera úti saman, en þá þarf hún að fara aftur heim og ég klára svo, þannig að allt í allt. Þannig að þið voruð alltaf svona eitthvað í sundur? Já, í 5 ár. Já. Og eru saman í dag, má spyrja? Já. Jáhá. Hver þessi stúlka? Hún heitir Katrín Mist Haraldsdóttir. Og hvaðan hún? Hún danskennari, leik- og dansstúdíó Alice. Frá Akureyri? Já. Mestmægnis, já. Þannig að þú ert góður að dansa líka? Fyrir vikið? Að eigin sögn. En þú hefur væntanlega þurft eitthvað að dansa í skólanum? Já. Það þarf að gera það í þessum leiklistarskólum. Það þarf stundum að gera stundum það sem mann þykir ekkert gaman að gera. Já, ég tók alveg heilt ár í klassískum ballett og svo alls konar samkvæmisdönsum og svona nútíma dönsum. Söng? Á voða lítill söngur. Spilaðir fyrir þá? Já. Og það var sett inn í ákveðnar sýningar og þú veist þetta, maður verður að nota þetta. Já, það er náttúrulega afskaplega mikið og gott að hafa svoleiðis. Já, og náttúrulega getur komið sér vel. Já, en sko, þegar þú ert að ljúka þessu, sko, hvert er þá verkefnið? Á hverju endið þið? Sko, fyrstu 2 árin í skólanum eru bara svona þetta hefðbundna, þetta er bara leiklistanám, það er framburður og raddbeiting og allt þetta dæmi sko, og 3. árið í rauninni mestmegnis sem sagt að setja upp sýningar. 3. árið fór svolítið í svona svolítið meira díteilaða vinnu sem sagt raddbeiting og svoleiðis og svo eru settar upp sko 3-4 sýningar sem sagt 2 á hverju önn. Alveg fullar sýningar, já. Og svona líka tala svolítið viðskiptahliðina og alls konar svoleiðis. Þannig að 3. árið var þarna svolítið til að undirbúa undir að fara út í alvöru heiminn, eða sem sagt. Já. En sko á þessum tíma koma fulltrúar frá leikhúsunum, líta á nemendur, er eitthvað svoleiðis á þessum tíma? Já. Og það er alveg mikið og þá skólinn var rosalega duglegur sem nýttist þeim rosalega vel sem urðu eftir í New York sko að fá inn sko fólk sem að vinna í þessum bransa, þá sem sagt castingdirektora og umboðsmenn og alls konar svoleiðis. Bæði til að halda fyrirlestra og hjálpa til við sem sagt kenna mann í rauninni hvernig maður á að fara í pröfur og fá svona og á sama skapi þetta náttúrulega leið fyrir þá til að sjá nýja nemendur og svo væntanlega einhverja sérstaklega efnilega eða öðruvísi? Já, algjörlega sko. Fékkst þú einhver tilboð? Nei, en ég sem sagt það er svona showcase í endan sem sagt öllum umboðsskrifstofum öllu draslinu boðið á sko og ég sóttist ekki eftir að taka þátt í því að ég vissi að ég ætlaði að koma heim. Þú varst viss um það? Já. Langaði þig ekki að verða eftir og reyna þig í New York? Nei, mér langaði alltaf að koma aftur heim. Og vinna þá í leikhúsi hér? Já. Jafnvel hér á Akureyri? Já. Já. Ég held nefnilega sko að leikhús á Íslandi er svakalega spennandi, finnst mér. Og mikið tækifæri og mikið grasrót finnst mér sem að koma upp núna sem að mér þótti rosalega spennandi. Og svo sko, New York er náttúrulega, ég áttaði mig alveg á því að mér fannst æðislegt að vera þarna í minni sápukúlu sko í skólanum og þar sem ég átti heima og svona það sem ég var að gera. En sko að búa í New York og lifa þar og eiga fjölskyldu þar og eitthvað svoleiðis sko, það einhvern veginn heillaði mig aldrei sko. En nú veit maður það sko, eins og náttúrulega þú segir í sambandi við fjöldan sem að hefur verið þá í þessu skóla og þess aftar. Það eru óskaplega margir sem að sjá sjálfa sig í þessu, að verða leikarar og
frægir og vinsælir og eitthvað svona. En svo náttúrulega ekki nema bara brot af liðinu sem að kemst eitthvað af stað. Nei. Mér skilst það sko, ég þekki hérna fólk sem að ég var með í skóla, það unnu bara allir á veitingahúsum, voru allir í þjónustustöðum. Já, nákvæmlega. Og það mitt heillaði mig ekki sko, mér finnst betra að geta komið heim og sem sagt unnið hérna í staðinn fyrir að vera í harkinu sko, þarna úti sko. Já, þú hefur fundið það og hitt kannski fólk sem var í harkinu. Já, algjörlega og það var alveg gert, fólki var alveg gert það mjög augljóst að þetta væri ekkert, þú færir ekkert bara og labbaðir inn í leikhúsið, skilur. Þetta náttúrulega, en svo snýst þetta líka bara sko, snýrist svolítið bara líka að sem sagt verða betri manneskja, eða sem sagt, að allt sem þú lærðir svona gæti þú notað í þínu eigin lífi og þá var fullt af fólki sem áttaði sig bara á því að þú veist, þessi bransi var kannski ekki fyrir þau en þá voru þau samt með sko nám sem nýttist þeim og vissi þá betur hvað þau vildu og alls konar svoleiðis. Hvernig var að fá húsnæði á þess áttar í þessu? Það var skelfilegt. Það var svona kannski, í dag ég rosalega ánægður með það. Það var svona kannski það erfiðasta þarna sem sagt, að ég fór alltaf heim á sumrin sko, og koma svo aftur og ég var svona í 3 ár þarna og bjó á 3 mismunandi stöðum. Fyrsta árið mitt bjó ég upp í Queens, svona úthverfi rétt hjá með ansi skrýtnum gæja og kakkalökkum, alveg bara endalaust sko. Og svo sem sagt, annað árið kem ég þann út og í rauninni ekki með húsnæði og gisti hjá vinkonum minni þangað til ég fann eitthvað húsnæði sem reyndist verða bara einhver martröð sko. Það var í Austur Harlem og örugglega einhver erfiðasta svona lífsreynsla sem ég hef lent í því húsnæði sko, og svo 3. árið þá endaði ég í Brooklyn í sko æðislegu húsi með æðislegu fólki og þetta er svo mikið lottó sko. Þannig að þú hefur, hvernig snúa menn sér í því að fá sér húsnæði? Þú setur ekkert auglýsingu í New York Times eða svoleiðis? Nei, ekki beint. Ég sko, fyrsta húsnæði mitt fór ég til svona bara fasteigna sala í rauninni og borgaði honum þá fyrir að finna handa mér húsnæði og svoleiðis sko. Á öðru árinu fór ég á síðu sem heitir Craigslist sem er svona eins og bland.is bandaríkjamanna og það er svona kannski ekki mælt með því en mér vantaði húsnæði og svo sko á 3. árinu þá ertu búin að kynna svo mikið af fólki og þú er komið sambönd og þá er stelpa sem ég þekkti að sem sagt leigja út herbergi og ég kan tala við hana beint og það er svona, ég mæli með því að þú getur gert það sem sagt. En sko, já. Varstu langt frá skólanum? Nei. Þegar þurftur að taka lest samt? Já. Og sko það er náttúrulega það býr í rauninni enginn inn á Manhattan. Sem sagt, sem er eins og skólan. Það er í þessum úthverfum í kring og upp í Harlem sko. En ég var mjög heppinn og náttúrulega lestarsamgöngunar eru sko ótrúlegar. Þannig að þú getur verið hér og það er lestarstöð hliðina á þér og þú labbar niður og þú ert bara komin þangað sem þú ert að fara. Það er rosalega skilvirkt sko, en ég þurfti aldrei að vera meira en sko 20 mínútur í lest. En hvernig sko, hvað kostar að búa í svona borg? Alveg helling sko. Er það ekki? Sko maður sér alltaf í bíómyndum. Já. Þú kemur út úr veitingahúsi og þú kallar á leigubíl og kemur einn gulur og þú borgar $10-20 og svo ferðu það eitthvað og svo kemur leigubíl og það fer að 20. Maður sé bara að fólk reyta bara svona peninga. En það er náttúrulega, þetta er í bíómyndum, en er lífið svona? Já, af því að það er svo mikið fólk sem á bara virðist vera alveg hellinga af peningum sko. En kannski ekki sem sveitastrákurinn frá Íslandi á línlánunum væri að spreða í leigubíla allt sem að færi sko. En ég hugsaði oft bara mikið væri afskaplega gaman að eiga heima hérna ef maður ætti peningar sko. Af því það er, og New York sérstaklega miðað við Bandaríkin líka rosalega dýr borg sko.
Er þetta heillandi borg? Já, hún er það. En gastu þá notið þess, gastu farið og skoðað og ferðaðistu þarna í Bandaríkjunum eða gerður eitthvað svoleiðis? Já, ég svona, náttúrulega fyrsta ári fór svolítið ég að skoða bara New York, sko. En svo, þú veist, ef maður býr þarna þá þú ert aldrei að fara á Times Square eða reynir að komast hjá því, skilur, og frelsisstyttan pínu lítil, eitthvað stöður hann út af flóanum, sko. En ég fór þarna í fylkin í kring bæði New Jersey og Connecticut. Og það var eiginlega svolítið æðislegt, sko, að komast út úr borginni. Og alveg ótrúlegt, New York svona svolítið suður pottur, þú veist, þar sem sagt, náttúrulega fyrstulega rosalega margir og svo bara af öllum þjóðernum og allt svoleiðis, sko, og svo bara þú þurftir ekkert að fara svakalega langt til að komast út í meira svona Bandaríkin, sko, og svona rólegheita, svona. En það var skrautlegt að mörgu leyti í mannlífi í New York. Já, og rosalega. Þú sérð allt, sko. Rosalega skemmtilegt, sko. Og það líka að því að, sem sagt, að því það svo margir, eins og ég segja, fólk bara eins og það vill vera. Og það bara það sjálft og sko, ef maður sæi mann í göngugötunni í gulum fuglabúning, skilurðu bara í vinnunni, þá myndirðu kannski horfa tvisvar. En í New York var það bara, þú veist, já, hann bara að gera sitt, sko. Og maður var eiginlega orðinn svolítið svona, náttúrulega samdauna svolítið, þannig að það var ekkert, sko, maður sæi eitthvað voða skrítið, þá var það bara, já, hann. Voru einhverjir aðrir Íslendingar í þessu skóla? Ekki í þessum skóla. Það var, sko, skólastjórinn hafði mikinn, sem sagt, áhuga á þessu, af því það hafði víst verið stelpa fyrir mörgum árum sem var í þessum skóla eða, sem sagt, allavega einhverju svona part af þessum skóla, sko. Og hann, af því ég náttúrulega frá Íslandi og við erum fá, þá reyndi hann endilega, sko, hver skipti sem hann hitti mér að útskýra fyrir mér hver þessi kona væri. Og ég hlýt á þekki hana, því ég var frá Íslandi, hún dökkhærð, hún með svona svolítið blá augu. Þetta alveg sjálfsagt á að þekkti það? Já, ég meina, maður frá Íslandi, þú veist, hljótum að þekkja alla, sko. Hvernig fólk umgekkstu þá svona þegar þú varst kannski ekki í skólanum? Hvernig notarðu þann tíma? Sko, maður hefur í sjálfsög voða lítinn tíma. Þú veist, þetta rosalega svona mikil vinna. Þetta krefjandi? Mjög krefjandi, bæði andlega og líkamlega, sko. Já. En jú, ég í mínum bekk var þetta svolítið 50-50. Það voru helmingurinn Bandaríkjamenn og svo helmingurinn, sko, bara fólk allstaðar af. Það var stelpur frá Bahrein og 2 frá Ítalíu og sem var rosalega, sko, gott, held ég, í þessu námi að fá svona svolítið flóruna og náttúrulega mismunandi bakgrunna og það var oft rosalega gaman. Já. En þú ekkert getað nýtt íslenskuna neitt í neins? Varstu látin lesa á íslensku, tala íslensku í skólanum og svona? Það kom alveg fyrir, sko. Þeim þótti það náttúrulega ofsalega fyndið? Já, það líka, sko, við erum náttúrulega miklu meira tengd okkar eigin tungumál og það í okkur. Og það rosalega krefjandi að ná sama leveli af tengingu var fyrir mig allavega á ensku og, sko, og svona hljóðfræðinni og öllu því, sko, eins og á íslensku, sko. Þannig það voru oft í svona ákveðnum æfingum prófað að gera þetta á íslensku en svo þetta fór allt fram á ensku, sko. Já, en sko nú ertu komin heim. Hvað svo? Útlærður leikari frá New York? Já. Frá Uppsölum? Píanóleikari? Hvað svo? Það bara mjög spennandi. Ég búinn að vera nógu heppinn að fá að vinna að leiksýningum eftir ég kom heim og finnst það afskaplega gaman og svo spennandi hluti framöndan og Eitthvað hér á þessu svæði sem þú vilt segja okkur frá? Eða bara eitthvað? Já, ekkert sem ég get kannski sagt frá en það blikur á lofti. Það eru blikur á lofti. Það eru blikur á lofti. Já, í leiklistar í þessu hjá þér. Þú sér ekkert eftir því að fara í þetta nám? Nei. Af því að þú ert eins og þú segir, ertu þá ánægður með stöðuna miðað við það að þú ert búin að stefna af þessu alla þennan tíma? Já, og sko að vera svo heppinn að koma og finna nám sem passar þér
ótrúlega vel. Já. Og bara allt nákvæmlega það sem ég vildi og það sem sagt, já, að lenda á því svolítið óborganlegt og alveg sama hvort þessi leiklist eða bara í daglegu lífi, sko, eitthvað sem nýtist mér alveg. Og hérna, kærasta þín dansari, þau eru bæði í þessu sem sagt? Já. Og líður vel? Líður vel. Við erum að fara að eignast barn núna 10. júní. Já. Er það? Þannig að það er blikur á lofti. Til hamingju með það. Takk að þið fyrir. Jóhann Axel Ingólfsson, leikari, og píanóleikari. Þá ekki nema þetta eftir, það bara að ná einni góðri mynd að þér. Einni góðri mynd. Það getur nú reynst. Ertu tilbúin að stilla þér upp? Hvernig myndur þú stilla þér upp á það væri í Ameríku? Ég kenndi sko að nota aðra hliðin. Já, þessu. Er það? Og svo getum við tekið svona aðeins afslappa. Já, svo svona afslappu. Já. Heyrðu, þú kemur vel út úr þessu. Jóhann, gangi vel í þessu. Gaman að fá að spjalla við þig. Já. Takk kærlega fyrir.